Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 20. mars. Það stórviðra samt yfir Íslandi þessa dagana og á okkur belja gular veðurviðvaranir landið þvert og endilangt. En það á ekki aðeins við veðrið, heldur pólitíkina einnig og Seðlabankinn, hann lagði sín lóð á vogarskálarnar núna í vikunni þegar hann ákvað að hækka stýrivexti 25 punkta. Peningastefnunefndin tók þessa ákvörðun og reynda var minnihluti nefndarinnar á þeirri skoðun að það þyrfti að hækka vextina enn meira eða 50 punkta. Hér verið að snúa af leið sem að við höfum verið að feta okkur í áttina að allt frá árinu 2024. Það að segja að reyna að lækka stýrivextina sem að gera heimilum og fyrirtækjum lífið leitt. Ástandið vont í hagkerfinu, atvinnuleysi að aukast, verðbólgan þrálát og fleiri hagvísar sem að benda í ranga átt heldur en áður. Ríkisstjórnin segir reyndar, og sérstaklega Kristrún Frostadóttir, að við séum að stefna í rétta átt þrátt fyrir þetta bakslag. En það eru fáir sem að sjá hvar grænu ljósin blikka á töflunni þessa dagana. Við ætlum að ræða þessi mál hér og eftir og setja í samhengi bæði yfirlýsingu peningastefnunefndarinnar, viðbrögð seðlabankastjóra og varaseðlabankastjóra og svo viðbrögð forsætisráðherrans og fjármálaráðherrans við stöðunni. Við ætlum að ræða við mig þau Bjarnheiður Hallsdóttir fyrrum formaður samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu og Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Við þurfum að skoða þessi mál mjög gaumgæfilega vegna þess að þau verða einnig sett í samhengi við annað stórt mál sem hefur tekið mikinn tíma af okkur öllum síðustu daga og vikur. Það möguleg umsókn Íslands í Evrópusambandið. Þann 29. ágúst ætlar ríkisstjórnin að leggja fyrir okkur spurningu það hvort að við viljum halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið eða ekki. Þetta blandast allt við sveitarstjórnarkosningarnar og gerir umræðuna dálítið flókna en þarna mjög stóra spurningu að ræða. Sumir vilja gera lítið úr og segja að þetta sé spurning einfalt já eða einfalt nei. En auðvitað hangir meira á spýtunni. Engar ákvarðanir af þessu tagi eru þess eðlis að því fylgi engar afleiðingar að taka ákvörðun í aðra hvora áttina. Þetta mun marka stefnu fyrir Ísland að minnstakosti til næstu 4 eða 5 ára því að við vitum að þrátt fyrir yfirlýsingar utanríkisráðherrans Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur þá munu aðildarviðræður við Evrópusambandið taka allnokkur ár. Hún hefur fullvirt meðal annars á erlendu vettvangi, þetta ætti ekki að taka nema 1 til 1,5 ár, en það augljóslega rangt. Þar getum við skoðað meðal annars reynsluna frá árinu 2009-13. Ríkisstjórnin sem þá satt sótt aðild að Evrópusambandinu. Og þegar búið var að taka ákvörðun það tók 1 ár að undirbúa aðildarviðræðurnar. Það að segja að undirbúa þær áður en þær fóru í raun og veru á stað. Þetta eru hlutir sem við ætlum að ræða hér á eftir líka í fréttum vikunar við þá Pétur Krog Ólafsson og Magnús Sigurbjörnsson en þeir stýra nýju hlaðvarpi pólitíkina sem að nefnist korter í kosningar. Og aftur að Evrópusambandsmálunum. Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, hann doktorsnemi í stærðfræði. Við höfum leitað áður til hans, hann með talna gleggstu mönnum landsins. Hann vann á sínu tíma fyrir þingkosningar, mjög áhugavert kosningaspálíkan sem við leituðum talsvert í. En nú hefur hann unnið upp 2 önnur mjög áhugaverð og stór verkefni. Þingfréttir sem að greina umræðun í þingin og hvað þar að gerast og síðan ESB-vaktina sem staðreindavöktun fyrir umræðuna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan 29. ágúst. Þarna notar hann öflugustu gervigreindarforrið sem völ á og það ótrúlegt að sjá hvað hægt að gera með fáum höndum og á stuttum tíma. Þetta eru hvoru tveggja verkefni sem ég held að muni nýtast í umræðunni á komandi vikum og mánuðum. Það að segja í því tilliti að efla lýðræðið, upplýsa almenning. En það einmitt verkefni sem við stöndum í hér alla daga á vettvangi Morgunblaðsins og annarra miðla árvakurs. Spursmál einn af þeim stöðum. Fylgist í með. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntu þið málið á samsungmobile.is.
Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Hæ, allir saman! Já, hér, Dúdda Mía, Barna Pía, hvaða bara ekki til orð yfir þessa viku. Það var allt alveg dýrvitlaust en einhvern veginn dásamlegt á sama tíma. Alveg ótrúlegt. Simmi Dabbi átti í það minnst alveg dásamlega tíma norður á Akureyri síðustu helgi þar sem að flokkráðsfundur Miðflokksins fór fram en Simmi bara labbaði allt eins og greifinn sem hann og uppskar hvatningaróp allt frá aðdáendum sínum sem reyndar virtust allt vera einhverjir ungir kallmenn. I wonder why, sko. En Simmi, hann alltaf flottastur. Í vikunni ákvað Obba að setja frímerki á raskatið á öllum föngum af erlendum uppruna og bara póstleggja þessa bagga beint til síns heima, takk fyrir pent. Góður Obba, sko, hún kann þetta. En já, svo kom það í ljós að gvaralingurinn okkar sem að staulast nú á hækjum, elsku greið, hann slasaði sig á snjóbretti. Við bara sendum stafrænan koss á báttið auðvitað, en ekki hvað. En hvað haldið þið samt? Auðvitað var Obba svo staðinn að verki. Verið að hrinda aumingja slasarísunum. Eða þú veist, já, slasarusnum. Ekki Lazarus, heldur Slasarus. Sjáu þetta? Hún nú meiri kettlingin. Diljá lét ekki tækifærið að sjá Laufeyju live á sviði renna sér úr greipum síðustu helgi. Ó nei, ekkert frekar en hálf þjóðin, sko. Enda Laufey bara Íslands eina von þessa dagana. Það eins gott að við reynum bara að halda svolítið með henni og svona hennar öskubusku ævintýri, sko. En talandi ævintýri, spegill, spegill, herm þú mér. Hvor fegurri sjallinn hér, Diljá eða Óli? Sjá þessa dúllur, þau geta bæði nýtt sér sama spegilinn. Stærðin skiptir sko engu máli og mögulega væri hægt að koma Sigríði Andersen þarna fyrir líka. Austurlenski konfektmálinn setti sig í stellingar fasteignasala á dögunum og auglýsti Ísland til sölu, alveg með ólíkindum hvaða fara honum öll hlutverk vel. Land til sölu, kostar eina tölu. Já, valkyrurnar þær geta bara bjallað í konfektið ef þeim vantar einhver aðstoð við að gera kaupsamning við Úrsúlu, sko, Já, hann nefnilega engin Inga, sko, Inga Pop, sko, populistinn. Bryndís Haralds lét sig ekki vanta á samstöðufund með grænlensku þjóðinni og spókaði sig þar með nokkrum góðum samfóliðum, núverandi og fyrrverandi, en þarna mátti sko sjá hana með Döggu Konna til dæmis og Oddnýju G. Harðardóttur, sællaminningar og allt þetta, Svo benti hún okkur á það að það ekkert í lagi með allt sem gengur á hérna í leikhúsinu við Austurvöll, sko. Heyriði bara. Inga Sæland tekur svo sannarlega undir þau orð Bryndísar og lýsir ástandinu þarna sem bara einhverju ofbeldi. Í alvöru, þetta gengur nú ekki. Það ekki fyrir að kalla inn einhvern vinnusálfræðing til að plástra þetta eitraða umhverfið þarna á Alþingi. Í alvöru, þetta veit nú ekki á gott, sko. Hvar fyrirmyndirnar, Svo kemur Dagur B. Eggertsson og segir Kristrúnu Frostadóttur vera svipljóta og það vita nú allir og ömmur þeirra að svoleiðis ekki hægt að segja hæstvirtan forsætisráðherra sem afspyrnu hugguleg, hún má nú eiga það, En það leiðilegt að Dagur sjáu annað, sko. Svipljóti Dagurinn, það kannski Dagur sem ætti bara vera festur í dagatal Háskóla Íslands. Kristrún svaraði þessu nú bara með einni strángheðalegri sjálfu. Hún veit nefnilega alveg mest af sér af öllum og bara ekkert að fela. Mér finnst það bara svolítið kúl. Það bara ekkert að fela neitt. Elsku munaðarlausa Dóra Björt sem var einu sinni pírati og ætlaði sér svo að verða samfóskvísa en var hafnað. Hún að selja sjúklega smart svona sjónvarpsgeng. Bara á svörtu markaði, sko. Hlaupið og kaupið í alvöru, 60 skall svart og sykurlaust, baby. Sjallaborgararnir, eða þið vitið, sko sjallarnir sem ætla að reyna að yfirtaka borgina, þeir fóru í myndatöku í vikunni og bara módeluðust eins og þeir hafi bara aldrei gert neitt annað. Sjáu þetta bara cuteness overload. En sjallaborgari, það hljóma líka svona bara eins og einhver dýrættisbörgar. Ég fæ bara vatn í munnin. Tóta tuskaði Daða vel til í ræðustól Alþingis á dögunum þegar hann fór með eitt gammamálið af mörgum. En sko, í alvöru, Tóta bara forseti þingsins og þetta lið þá bara hlýða. You go girl! Vinkonirnar Togga Gunn og Kaja Kallas, ESB-skvísur, skemmtu sér mjög vel í vikunni þegar undirrituð var viljayfirlýsing aukið samstarf Íslands og ESB í öryggis- og varnarmálum.
Maður segir bara, woohoo! Þurfum við eitthvað þessa þjóðaratkvæðagreiðslu eða? Er þetta ekki bara komið? Nei, maður veldur þessu bara fyrir sér. Er þetta ekki bara niður nelt og meitla í stein? Bara bless, bless, fullveldi. Sjálfi kóngurinn okkar sveik okkur sjálfu í þessari viku líkt og hann gerði í þeirri síðustu, en hann grínaðist nú með ýmislegt skemmtilegt á samfélagsmiðlunum og dögunum, eins og til dæmis langan vinnutíma í þinginu svona. Hann er náttúrulega alveg hilarious, þessi elska. Í alvöru talnaglöggir, krúttkallar, þeir geta nefnilega líka verið fyndnir. Lafði Gnarrenburg fór á fund biskups á dögunum og steig nokkur létt og laggóð dansspor að hætti Bridgerton. En það er víst svona, hvað maður segja, móttökuhefð biskups. Eðlilega bara, já. Við ætlum bara að enda þetta hér, þannig að ég segi bara njótið dansins og njótið helgarinnar og bara koss og knús á línuna og allt. Bye! Komið sæl nýjum. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir hennar ágættu yfirferð á fréttum vikunar úr pólitíkinni eins og það blasað okkur á samfélagsmiðlunum. Við ætlum hins vegar núna að fara yfir fréttir vikunar með tveimur nýjustu hlaðvarpsmógúlum landsins. Það þeir Pétur Kró Ólafsson og Magnús Sigurbjörnsson. Þeir halda úti nýju hlaðvarpi sem að nefnist Korter í kosningar. Það er ekki alveg korter í kosningar en það verður það bráðum. Við ætlum að ganga að kjörkossunum 16. maí þegar sveitarstjórnir landsins munu skipta forystu eina af annarri og með ólíkum hætti. Sælir. Hæ. Ég ætla að ræða ykkur fréttir vikunar en líka, og kannski ekki þá síst pólitíkin og umræðunni kringum hana. Enn eitt hlaðvarpið, þau eru mörg og misjöfn, sumum pólitík og önnur ekki. Hvað er það sem að dreif ykkur í þessa átt? Við heldum einhvern veginn bara að það væri gat á markaðnum fyrir 2 gaura með svona skoðanir og það væri eftirspurn eftir því. Já. Þetta er djúpgrein. Það er reyndar eitt sem ég gleymdi að taka fram hérna í kynningunum okkur að þið eru þetta tengdi pólitíkinni. Þú hefur verið starfandi fyrir borgarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokksins og þú varst aðstofamaður Dags B. Eggertssonar, þannig að þið komið úr sikkori áttinni pólitískt. Já, það er svona nísið okkar, þannig að við erum svona aðeins að senda hvorum öðrum pillur en samt að reyna bara að fara á dýptina í kosningunum og sveitarstjórnarkosningunum sem eru núna 16. maí. Þannig að það verður kafað ofan í það næstu misseri. Þoliði þið eru gamli vinir? Já. Þið voru vinir? Já, við kynntum sko í ráðhúsinu bara á sín tíma, það er örugglega bara 10-12 ár síðan eða eitthvað. Og svo kom þessi hugmynd bara fyrir nokkuð síðan sko, af því að við erum hvoru eitthvað starfandi í þessari kosningabaráttu, en við vildum samt gera eitthvað, af því að þetta er svo skemmtilegt. Einmitt, og svona við höfum alltaf verið svona kosningasjókir líklega og við vorum svona, einmitt, báðir bak við tjöldin svona í den tíð sko og kynntumst þannig að þetta er bara gott sport og gaman að gera það. Þið ætlaði að vera með þættina allreglulega, en það kalla líka fólk til úr ólíkum áttum. Já, þetta er vikulega bara og svo örugglega tökum við einhverja auka þætti þegar á þarf að halda. Það verður örugglega svona neyðar aðstæður sem að skapast. Neyðar podcastin frá hlaðvörpin. Fínir gestir fram að þessu allavega og mjög áhugavert nýjasta viðtal við Jón Gnarr. Hvernig veljið viðmælendur í þessu? Er það fólk sem hefur augljósa snertingu við sveitarstjórnarmálin á hverjum tíma? Já, við viljum svona líka hafa kannski svona léttan blæ yfir þessu og aðeins svona fara yfir sögur og líka svona þannig en við munum alveg þegar nættrið kosningum svona fara svona meira og kannski dýpra á hann í málefnum þegar þau koma fram en svona eins og erum við svona að reyna að fá bara svona slúður og sögur og fara kannski yfir gamla tíma hvernig hlutinni voru gerðir, hvernig baráttur voru þetta og þess vegna fengum við Jón Gnarr og Sigurbjörn Blöndal og það var mjög skemmtilegt viðtal og þar kom einmitt fram að Jón Gnarr var svona svolítið búin að slá þessi puttana að samfylkingamódelinu í Reykjavíkurborg sem fannst mér að vera bara stór frétt í þessari viku og sagði freka beint að Viðreisn myndi leita til hægri eftir að kosningum í vor lýkur í Reykjavík og það er þá alveg talsverð frétt og svona aðeins slær puttana af gömlu samstarfsmönnum sínum í Reykjavík þegar hann var borgarstjóri. Ykkur gömlu samstarfsmennina? Já. En líka náttúrulega, þú veist, ef maður summar aðeins út og það er oft talað að Samfylkingin sé orðin valdþreytt í borginni og svona, þá getur maður alveg summað aðeins út og
Sett já, en Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að vera í meirihluta bæði í ríki og borg nánast á landnámi, sko. Þannig að, lítið eitthvað nær. Það er náttúrulega búið að vera, þú veist, alveg gangandi samfélkingar bragur hérna á Reykjavíkurborg og allt of lengi og ég held að þessi krafa kjósenda núna skilst mér að þessi komin tími á breytingar og ég held að það sé alveg rétt og mér fannst Jón vera svolítið sammála því. Eitt sem að mér langar til að spyrja ykkur út frá umræðunni framundan því að það er nú eitt leiðilegast orð íslenskunar lýðræðisveisla en þú veist það er einhvers konar lýðræðisveisla framundan út af sveitarstjórnarkosningunum og svo þjóðaratkvæðagreiðslunni. En það er einmitt þetta með þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að kemur ofan í sveitarstjórnarkosningarnar. Munum við ná stemningu, náum við að fá fólk til þess að píra augun og skoða þessa hluti á dýptina sem er nauðsynlegt auðvitað þegar fólk er að fara að ákveða hverjir munu fara með völdin næstu 4 árin? Já, ég held sér ekki spurning, sko. Reyndar hefur bara kjörsókn, hún hefur minnkað bara mjög mikið, bara síðustu 20-30 árin. Maður sér það bara helst ef maður kíkir á Wikipedia og skoða bara atkvæða fjöldan hverju sinni og maður sér það bara lækka með hverju ári. Þannig að það er áhyggjuefni út af fyrir sig, en ég held að þetta styðji bara hvort annað, sko. Þú veist, það er bara mikil umræð kosningar og það vita allir af ESB-kosningunni. Ég hef engar áhyggjur að hún mun einhvern veginn drekkja sveitarstjórnarkosningunum. Þetta verði ekki ofskömmtun? Nei, og svo líka erum við konum með season 2 eftir sveitarstjórnarkosningar. Fær hlaðvörp að lifa lengur, sko. Er alltaf kortir í kosningar? Já, og svo er rektorskjör alltaf annars lagið. Stjórnarkjör í þessum helstu, VR og Kó. En nei, það er alveg rétt. Ég meina, ég held líka að frambjóðendur vil ekki kvelja sig í frambúði of lengi, þannig að ég held að það fari engin almennilega staða fyrir eftir páska, svona cirka bát mánuði fyrir og þá fer nú fólk svona aðeins að sína spilin. Já, þannig að þið hafið ekki áhyggjur af þessu. Nei. Ég hef áhyggjur af þessu. Það er nú aðalega að þjóðaratkvæði tekur að mér allt sumafrí, maður verður bara á vakti. Já, í þínu starfi. Sko. Já, þetta er, ég vilaði vorkenni mér. Aftur að bara sveitarstjórnarkosningunum, hvar brenna eldarnir augljóslega í Reykjavík? Byrja þar. Þú talar um valdreitu Samfylkingarna, Jón Gnarr varpar sprengju, þeir eru í samstarfi Samfylkinguna á landsmálasviðinu. Ég held að Viðreisn vilja alveg líka bara skapa það ásýnd að þau geti unnið til vinstri og hægri og þetta er bara hluti af þeirri strategíu og ég skil hana. Já, maður gerir það og kannski í rauninni kosningabaráttan byrjaði kannski svona örlítið í Silfrinu þegar Björg Magnúsdóttir, Hildur Björnsdóttir og Pétur Martinsson mættu í Silfrið og það var svona fyrsti hluti hafinn og mér fannst nú Hildur Björns standi sig bara mjög vel og Björg kom líka vel fyrir en mér fannst svona Pétur Martinsson ekki alveg nógu svona samfærandi í svona rökgræðum. Hann treysti sér allavega ekki á alvöru vettvang, hvað getur sagt þér? Já, hann þorði ekki að koma hingað. Já, það er sín orð. Nei, þannig að ég meina að hann hefur þá allavega góðar 8 vikur til þess að æfa sér betur. Já. En það var gaman að sjá að aðeins kickstartast af stað í Reykjavík. Já, þær stóðu sér vel og ég hef engar áhyggjur af Pétri bara næst. Hann mælist stærstur meira minni könnum er það ekki? Er svona þeir skiptast á? Já, þeir skiptast aðeins á og en svo er líka bara verið áhvert að sjá að þetta eru bara kannanir og svo erum við að vinna bara kosningaspá sem við ætlum að birta í næstu viku þar sem að við erum að skoða aðra þætti sem að skipta máli í þessu bara kjörsókn og fleiri atriði ásamt bara svona reynsluvísindum sem að við teljum okkur hafa þannig að við hvetjum ykkur til að fylgjast með því. Já, við munum ábyggilega að gera það. Reykjavík, önnur sveitarfélög, hvar verðum við að hafa augun opin? Sko, mér finnst það áhugavert af því að það eru sveitarfélög eins og Seltjarnarnes, Garðabær, þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í meirihluta bara alltaf, ef ég kann þetta rétt. Bara hreinu meirihluta? Hreinu meirihluta alltaf. Og hvaða áhrif Miðflokkurinn er að fara að hafa það? Og þá, þú veist, það kannski getur rosa dramatíst og Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur myndi meirihluta saman en það geti komið þetta bæjarstjóri úr Miðflokknum einhvers staðar. Það er bara eitthvað. Svo spurning með Kópó og Sjálfstæðisflokkurinn er svona nánast að öðlast einhvern svona Garðabæjarsess í Kópói líka, finnst mér. Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bara mjög öflugur bæjarstjóri í Kópói.
Hver mikið aðinni í leikskólamálum og fleiri sviðum? Bara verið mjög öflug og sýnt það og hún bara hörku bæjarstjóri og enda hreyfðu ekki við efstu 4 á lista þar. Enga kannanir sem benda hins vegar til þess að þau séu að fara og reyna meirihluta, þetta alltaf eitthvað sem hún þarf að vinna með þeirri flokk. Mögulega kannski bara 1 flokkur, þú veist. Og ég meina, hann kemur nú alltaf fyrir 8. samfélagi fyrir Kópavogi. Já, Jónas Már bara mjög góður og kannski verður eitthvað svona 2 turna tal í Kópavogi. Það geti vel verið. Eins og Reykjavík svo sem. Hann er eina af vonarstjörnum Samfylkingarinnar, er það ekki? Jú, ég held að ég bara sammála því. Sonur Ölmu Möller og mjög pólitískur. Með þetta í blóðinu? Já, maður sér líka hann hefur tilfinningu fyrir þessu, hann er svolítið með þetta í puttunum, finnst mér. Já. Þið talið auðvitað mikið höfuðborgarsvæðið en það eru spennandi staðir, það verða spennandi kosningar í Reykjanesbæ gerir ég ráð fyrir, maður heyrir að það verði spennandi á Selfossi, rosalega sviptingar í Vestmannaeyjum. Þið eru svo rosalegir svona borgarbúar og kaffi vestmenn, munið treysta ykkur í þessu umræðu? Já, við ætlum alveg að skoða að fara aðeins á dýptina í landsbyggðinni, en við erum svona aðeins að útfæra hvernig við ætlum að skoða einhvers konar, ég segi nú ekki hringfærið, en svona kannski fara norður eða eitthvað. Já, það er líka alveg alltaf að hafa verið hlutur á Akureyri. Þar er að verða klofningur með Sjálfstæðismanna? Já, þar er orðin klofningur, þannig að það er margt að skoða og mjög mikið að sveitarfélögum náttúrulega. En þetta er borgin, þú veist, hún tekur 90% umfjölluninni bara rétt eins og hún gerir bara í sveitarstjórnarmálum yfir kjörtímabilið. Já. Og það er bara eðlilegt. Tölum þá aðeins pólitíkina almennt. Kristrún Frostadóttir tekur við með sitt fyrsta ráðuneyti 21. desember 2024. Lengi vel leka allt í lindin, auðvitað kom til gríðarlegra átaka á vorþingi veiðigjöldin. Það er mikil átök í kringum stjórnina þó hún hafi sitt fram. Þau voru að samþykkja í gær þetta launavísitölufrumvarp almannatrygginga sem að mér sýnist heimurinn allur vera ósammálaðum að hafa átt að leiði lög. Hvernig líta landsmálin út og kannski út frá sveitarstjórnarkosningunum? Mun þessar væringar landsmálunum hafa áhrif á það hvernig þau mál verða leitt til lykta 16. maí? Sko, mér finnst það bara áhugaverð staða svolítið að teiknast upp að því að Kristrún fékk alveg bara mikinn vinnufrið framan af sko og nú líður maður eins og þeim dögum sé svolítið að ljúka enda líka voru skapaðar væntingar og ég vil taka fram að bara margt gott sem að ríkisstjórnin hefur gert en hún skapaði þess að ákveðnar væntingar verðbólgu hjöðnun, slatt og notaði til þess props og ég hef aldrei verið hrifinn af svona props í kosningabaráttu og það er frægt þegar Ed Miliband 2015 lét hann sko svona lemja í stein 6 kosningaloforð og kynnti það með viðhöfn. Eins og Móses með steintöflunar sko og skítapaði kosningunum fyrir David Cameron og þessi steintabla finnst hvergi núna og það er Wikipedia síða þessa töflu og svona theatrics í kosningabaráttu er alltaf svolítið svona erfitt sko ef það gengur illa, ef það er hægt að vísa í það eins og með sleggjuna núna, það bara er ekki nógu gott og þegar verðbólgan hérnaði aðeins þá voru þeim í fljóta þakka sér en þetta er erfitt verkefni bara fyrst þú ert búin að lofa þessu. Halda menn sleggjun yfir hausamótunum á Kristrúnu? Já, það verðist vera, ég meina þetta er eins og Pétur segir sko erfitt að nota svona sleggju því að maður sér allir flokkarnir á þingi eru að nota þetta gegn henni í myndböndum og samfélagsmiðlum og þess tengdu. En það verður samt vera núna að það er svona einhver smá dampur hjá ríkisstjórninni. Maður finnur að Kristrún er óörugg í ESB-umræðinni og núna þessi vaxtahækkun kemur sér svona frekar illa og alveg gertekur umræði vikunar svolítið. Þannig að það er talsvert óöryggi finnst mér í svona ráðherrum dagsins. Já, líka bara þessi hagstjórnartæki sem að ríkið hefur þarf líka þá bara að fara að beita þeim svolítið. Það þarf þá bara að draga fjárfestingu og þarf að lofa ekki á miklu kjarasamningum og bara minnka ríkisútgjöld. Það er bara það sem virkar og þau get ekki stjórna því sem að fyrirtæki, þær fjárfestingar sem að stór fyrirtæki er að fara í eða annað en þau hafa sannarlega sín verkfæri.
Þau eru að boða einhverjar aðgerðir eftir páska. Hún boðar í pistli núna eftir að Seðlabankinn hækkar vextina 25 púnta að þau ætla að keyra í gegn Airbnb frumvarpið eins og að það skipti einhverju máli í þessu samhengi. Er sleggjan kannski bara Kristrún sjálf? Hélt hún kannski að hún geti bara gert þetta á eigin persónutöfrum eða út af þeirri fylgispekt sem hún hafði aflað sér innan Samfylkingarinnar? Hvar er sleggjan sem talað? Já, við leitum allavega og ég meina, það er ekki að sjá og ég meina fyrir næstu verðbólgutölur ég er bara mjög hræddur að þær verið bara ennþá verri en kannski spár gerir ráð fyrir. Ég meina olíuverð fer hækkandi út allan heim og það hefur sýnt sig hér og það er alveg stór partur af verðbólgu vísitölu neysluverðs. Og svo er bara ASÍ sagði í vikunni að matvörukarfan er búin að hækka aðeins svo mikið. Ég er með eitt verðbólgu markmið að það er eitt ákveðið sælgæti í matvöruverslun sem ég horf alltaf á og það var að hækka 5%. Þannig að þá var ég alveg handviss að það mun alveg skila sér inn í verðlagi. Hvaða sælgæti er það? Ég veit ekki hvort ég vil fara að áta því, en það er þristurinn góði. Já, en bara með, það er svo mikil stigmögnun líka við Persaflóa að við ættum að hafa bara miklu meiri áhyggjur af því líka en þess þá heldur meiri ástæða til að grípa fast taumana núna heima. En það er bara svo mikið í gangi líka hjá okkur hérna heima. Ég meina það vakti líka athygli ef við fyrir inn á vaxtahækkunin aftur að það voru 2 í nefndinni sem skiluðu áliti að vildu hækka 50 púnta. Og ég meina það kemur kannski ekki óvart þegar maður skoðar stöðuna svona í stærra samhengi. Ég meina laun opinberra starfsmanna að hækka 2-falt á við almenna vinnumarkaði. Þannig að þú veist það er svona það er alveg eitthvað til að hafa í huga. Ríkið ber ábyrgð þar. Já, bara stjórnvöld ber ábyrgð þar. En Kristrún segir, þetta er bakslag en við erum á réttri leið. Hvað er það? Nú sé ég það ekki þegar ég horfi svið að menn sé á réttri leið að þegar ríkisútgjöld voru aukin 140 milljarða yfirstandandi ári. Þau eru núna í sífellu að samþykkja ný frumvörp sem fela í sér enn meiri kostnað. Inga Sæland segir það bara að borga þessum hópum meiri laun þó allir sé að segja það er ekki hægt að hækka launin meira. Þau ætla ekki að slá af vörugjaldahækkunum. Nú eru komin upp enn nýjar hugmyndir gjald fyrir fólk til að saka eftir Reykjanesbrautin og Suðurlandsvegi þannig að gjaldafylliríð virðist engan enda ætla að taka. Hvar er ljósið við enda gangana? Þetta er allt spurningu tímasetninga líka en auðvitað þið verandi hægrimenn, þú veist, þeir borga sem nota í umferðinni og það er bara gott út af fyrir sig. Það er kallað kílómetragjald? Já, og pluss mögulega þessi gjöld. Og pluss einhver önnur þá? Já. En við erum á réttir leið, spurningin, eða svarið, er einhvern veginn, mér finnst vantar bara svolítið meira í það. Ég veit ekki hvað felst í því. Nei, ég meina þessi veggjalda tillögur, ég meina, voru ekki Hvalfjarðargöng beygð og það var rukkað fyrir þau og þau voru borguð upp og það er búið í spil, voru það ekki veggjöld. Ég meina þessi tillaga ríkisstjórnarinnar að rukka á Reykjanesbraut og Hvalfjarðargöngin núna, þetta er bara pjúra skattur, bara skattahækkun. Já, en spurningin er, eins og við segjum, þar Kristrún ekki bara sýna meira á spilin. Forystumenn þurfa að veita leiðsögn, er leiðsögnin til staðar? Seðlabankinn segir miðvikudaginn, við erum að heyra því svona út í bæ að það er að fara að gera eitthvað hérna eftir páska en við höfum reyndar enga innsýn inn í það hvað það verður. Og svo er Seðlabankinn að reyna að fínstilla sín tól og tæki út frá einhverju sem þeir heyra af út í bæ. Nei, ég hugsa bara að þetta kemur einhver aðgerðapakki eftir páska og hann mun örugglega virka að einhverju leyti en þetta er bara, þetta er ekki að koma vel út fyrir ríkisstjórnina, bara þessar efnahagsaðstæður því að þau halda á þessum verkfærum og hafa lofað ákveðnum hlutum í þessu. Mun þetta spila inn í pólitíkina? Ég heyrði bara Samfylkingin nötraði öll frá toppi til táar í Reykjanesbæ eftir þessa tillögu varðandi veggjöldin á Reykjanesbrautina. Svona ákvarðanir sem verða að taka á landsmálasviðinu geta orkað með mismunandi hætti á sveitarfélagi. Ég get alveg ímyndað mér að þetta skiptir máli en svo náttúrulega eftir páska kemur aðgerðapakki og sjáum bara hvað kemur út úr honum. Hann átti að gefa Jóhanni Páli það, hann sagði nú að þetta er ekki gert stutt eftir að þetta kom í loftið. Þannig að þau eru þá allavega að slá á fingur hvors annars þarna á ráðherrunum. Já. Aftur að ESB-málunum. Við förum svo í þá atkvæðagreiðslu 29. ágúst. Hvernig sýnst ykkur landið liggi í því? Munum við fá efnislega umræðu
þeir sem að tala fyrir hugmyndunum að fara í aðildarviðræður að segja þetta bara einfalt já eða nei. Svo tökum við bara umræðuna eftir að það liggur fyrir hvað við ætlum að gera eða hvers við ætlum að krefjast. Verður þetta efnisleg umræða eða verður þetta bara já og nei spurning? Ég held að þetta verði bæði bara. Þetta auðvitað erum við búin að vera í ESB umræðu í langa tíma. Þú veist, við erum að spara okkur líklega heilt ár þarna með því að þurfum ekki að spurja öll aðildarlöndin hvort að þau séu sammála því að við förum í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það tók heilt ár síðast. En ég held að sé bara mikilvægt að útkljá þetta. Noregur hefur gert þetta áður, hefur sagt nei. Var nú búin að gera það í síðasta mánuði eða fyrir þessu mánuði inn í Stórþinginu. Já. Það hafa notað mér svona aðferð til. Og ég held að þetta sé bara holl aðferð við að útkljá mál allavega í einhverja áratugi, sko, hvort sem að það verði af eða á. Ég held að sé alveg margir sem að svona, já, þú veist, vilja kíkja í pakkan, það er eitthvað svona, þú veist, eins og þú vilt opna jólapakkaðinn, þú veist, en fólk þekkir heldur ekki umræðana, sko, og veit ekki, þú veist, og það er rosa mikið einhvern veginn af hugtökum í loftinu sem að, þú veist, fólk er að grípa, en það er kannski ekkit svona alveg konkrétt hvað þetta snýst sko. En ég ætla að vona að við fáum einmitt bara góð umræðu það og vona að sveitarstjórnarstigið fái nú að njóta sín svona fram á kosningum svo við getum farið í dýptina á því bæði í sumar og í ágúst en er ekki flestir bara hálfbrjálæðir, er ekki fólk í fríi þarna í ágúst? Jú, allavega ríkisstarfsmennir en er ekki eitt í því, nennir fólk að vera á tjaldstæðunum í sumar ræða það hvort að við að taka upp evru eða farin í landbúna að pakka Evrópusambandsins eða? Já, ég sé ekki hvað er að þessu, það er bara verið að spurja, þetta er bara óbúslega einfalt lýðræðisleg spurning, hún er mjög einföld, fólk svona þarf ekki eitthvað að kynna sér þetta í marga mánuði, sko, það bara hefur einhverja, bæði tilfinningu og upplýsingar hvað er rétt, hvað þeim finnst rétt í þessu og svo bara kýst það samkvæmt sínu nefi og svo bara kemur einhver niðurstaða og þá bara vinnum við með það. En finnst þér ekki skipta máli hvort að aðlögunin að Evrópusambandinu hefjist við það að menn fari í aðildarviðræður eða ekki? Af því að það er eitt sem að Kristrún Frostadóttir hefur ekki einu sinni viljað svara. Já, ég skil ekki, er aðlögunin að hefjast bara leið og aðildarviðræður hefjast? Spurningin, er þetta aðlögunarviðræður eða aðildarviðræður? Og síðast þegar við fórum í þetta, þá fórum menn að laga sig að kerfinu leið, stjórnkerfið, ég held að fjölmiðlanefnd hafi voruð til í kringu þetta, við fórum inn í þetta ETS-kerfi sem er hrein sturlun og er að stúta heilu flugfélagi fyrir okkur. Þetta hlýtur að skipta máli þegar fólk er að taka ákvörðun já eða nei. Ég skil bara ekki okkur að vera að eyða orku í það. Þú veist, það er bara fullt af stærri aðkallandi málum heima á Íslandi sem sem þarfnast bara fókus heldur en að gangi eitthvað samband sem er bara svona pínu á dánarreipunum, sko. Já, mér finnst nú samt alveg mikilvægt, Maggi, að þú veist, bara við horfum, þú veist, stígum bara eitt skrif aftur á bak og horfum bara á þessa heimsmynd sem við lifum við núna. Þú veist, við erum raunverulega nánast án baklands í alþjóðamálum. Þú veist, við getum ekki treyst á Bandaríkin eins og við höfum getað gert frá Við erum með varnarsamningi frá 1950. Já, ég veit það, en við getum ekki treyst á þetta land. Þú veist, ekki frekar en bara Danmörk hefur getað treyst á Bandaríkin, skiljiði. Þannig að ég einhvern veginn án baklands í alþjóðamálum, þá höfum við svo lítið. En getum við treyst á Evrópusambandið? Miklu frekar. Í járnblendismálunum síðastliðið haust? Ég var nú ekki að hugsa járnblendi, sko. Nei, það er bara mjög mikilvæg útflutningsgrein fyrir Íslendinga. Já, það var mitt, þú veist, talsvert högg, sko. En ég meina, það er, þú veist, margir þættir og ég held að, þú veist, að það mun, við munum vonandi fara í dýptina á því þegar nær dregur. En ég meina, ég bara... Mér heyrist reyndar, Magnús, að þú verðir í þeim hlaðvarpsþáttum, en ekki Pétur. Hann segir að það þurfi ekki. Breyta litunum. Þetta verður season 2 og það er bara þú. Nei, við fáum til okkur góða gesti og það verður örgulega, við byrjum að setja stjórn og... Mér heyrist Stefán Einar að vera mjög óákveðin í þessari máli. Þvert á móti. En það er nú líka það sem skiptir máli í alvöru fjölmiðlunum, menn viti hvaðan fólk er að koma. Menn sé ekki að sigla undir fölsku flaggi. Þeir þykjast vera eitthvað annað en þeir eru. Er eitthvað fleira svona vettvangi dagsins úr pólitíkinni eða af íslenskum veruleika sem að þið eruð að rýna í þessa dagana? Það var hann eitt ógeðslega skrítið mál með Pétur Gaut. Sáuð það í gær í fréttum? Listmálara? Stórfurðulegt mál og
Ég er ennþá inn á öllum svona hverfasíðum síðan ég var að vinna hjá borginni. Já. Gaman þar kennir ýmsa grasa og ég er alltaf svona hætt alltaf við einn og einni en þetta einhvern veginn dúkkar alltaf upp aftur og þar þú veist, þetta mál myndi mig á það þegar einhver postar einhver inn á hverfisgrúppu bara sá dularfullan mann, hann var svona brúnn yfirlitum og fannst það mjög grunsamlegur, hann var að labba inn í götunni og þá var þetta kannski bara einhver kall á leiðandi búð sko. Þannig að þetta er svona, mér fannst þetta minna mig á það þegar Pétur Gautur var bara að taka á móti barnabarninu sínu stúdíónu sínu. Já, og bara nátt sakaður ósamlega hefðagakar börnum. Já. Pétur Gautur gersemi við Snorrabrautina, rekur þarna stúdíó og tekur á móti gestum á gangandi og þetta ekki síst sínu eigin fólki með fallegan hund þarna. Þetta eitt dæmi furðufréttir. En það sem að hluti geta spunnist úr hófi og einhvern veginn menn geta mist tök á. Við ætlum að ræða hér í lok þáttar við mjög öflugan mann það hvernig við getum staðreyndavaktað pólitíska umræðu. Og það ekki ólíklegt að þátturinn ykkar verði keyrður í gegnum slík forrit hér að koma til ykkur. Þannig að þið skulum fara varlega í þeirri umræðu. Takk kærlega fyrir komuna. Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Krog Ólafsson. Takk fyrir. Þetta var gott spjall. Við ætlum hins vegar að halda áfram að ræða einn anga þessara mála, þar að segja efnahagshlutann. Seðlabankinn ákvað að hækka stýrivextina á miðvikudaginn og þau ætla að koma hingað Bjarnheiður Hallsdóttir sem var formaður samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu og Jón Bjarki Bentsson sem aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Við ætlum að fara þess yfir ákvörðun Seðlabankans og hvað þetta þýðir fyrir hagkerfið og að einhverju leyti pólitíkina. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Komið sæl að nýju. Við þökkum Pétur Ólafsson og Magnúsi Sigurbjörnssoni fyrir yfirferð á fréttum vikunar. En hingað eru komnir góði gestir til að ræða, kannski stærstu fréttina. Það var ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti 25 punkta. Þeir standa nú í 7,5%. Það er Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka og Bjarnheiður Hallsdóttir, hún er fyrrverandi formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir. Við höfum nú á síðustu mánuðum verið að stefna því að lækka vexti og við höfum verið í því lækkunarferli frá árinu 2024. Síðustu vikur hefur nú einhvern veginn samt sem að tónninn verið að þyngjast og vikuna fyrir ákvörðun Seðlabankans þá voru nú eiginlega flestir komin á þá skoðun að það væri ekki hægt að komast hjá því að stíga þetta skref. Er það ekki rétt metið? Jú, það held ég. Á að reynda að skipta skoðanir í sumum geirum að mikið var það þannig, spár voru alveg sitt að hvað en það var svona komin almennari tónn fannst manni í svona allavega í mitt nærumhverfi og komið þetta ekki til að góðu og sjálfur sá ég ekki alveg hvernig við kæmust hjá því en það kom reyndar á óvart hversu herskáði voru að það hefði bara munað einu atkvæði að þau fari í 0,5% í hækkun og þó að það séu gild rök fyrir því, þá var bara einhvern veginn í ljósi þess hvernig þau hefur talað mánuðina undan. Það maður ekki alveg trúa því að þau myndu breyta afstöðu sinni mikið. Það er að snúa skipinu bara 180 gráður. Það er bara verulega breyttu tónn og með réttu, finnst mér, vonum seinna en betra er seint en aldrei. Fannst þau full yfirveguð yfir þróun mála í febrúar en nú er sem sagt aldrei búið að breyta því. Var ekki tónninn í febrúar dálítið svona eins og óskhyggja bara með vonast þess að þetta myndi lagast, svo þetta fá við þetta stríð í Íran sem að setur mikið þrýsting á olíu og gasverð og orkuverð í heiminum. En það eru bara fleiri þættir undirliggjandi í hagkerfinu okkar hér innanlands sem að gera okkur skráður. Já, algjörlega. Ég er sammála Jóni Bjarka. Ég var alveg handviss að vextir yrðu hækkaðir bara með hvernig málin hafa verið að þróast
og mér fannst gott að heyra hann harðari tón hjá Seðlabankastjóra og peningastefnunefndin í gær og einnig þessi áherslu breyting. Mér fannst þeir allt í einu þora að ávarpa það sem að fílinn í stofunni eins og margir hafa kallað hann og það náttúrulega vinnumarkaðsmálin. Þessar gengdarlausu launahækkanir sem hafa viðgengist hér náttúrulega, þetta ekki til fyrsta skipti, við vitum það, þetta bara í allri hagsögu Íslands, þetta alltaf það sem gerist, við hækkum laun umfram svigrúm og miklu meira heldur en þjóðirnar í kringum okkur sem leiðir náttúrulega til þess að við erum alltaf í basli með samkeppnisefnina og þá sérstaklega náttúrulega hvað varðar útflutningsatvinnuvegina. Þannig að ég var mjög ánægð að heyra þetta. Ég ætla að spila hér á eftir klippur upp úr fundinu þar sem að rætt vinnumarkaðinn. En mér langar aðeins að varpa ljósi á viðbrögðin sem við sáum í gær, ekki aðeins frá verkalýðshreyfingunni heldur líka frá stjórnvöldum. Forsætisráðherrann kemur með yfirlýsingu á Facebook, við reyndum nú í allan gærdag og gærkvöld að ná á hana en hún veit ekki viðtal, en hún segir að við séum á réttri leið þrátt fyrir allt. Og þetta sé bakslag en nú sé ríkisstjórnin að vinna því að koma böndum á þetta og það þurfa allir að leggjast eitt í því. Eru einhver teikn á lofti að þetta sé á leiði rétt átt? Ekki allir mælikvarðarnir að snúast í öndvarða átt við það? Já, það allavega ekki hægt að gefa sér það. Ég held að það sé auðvelt að rekja það að það sé einsýnt að allt sé rétt átt. Það gengur margt ágætlega hjá okkur og núna síðast eru horfur í útflutningsgeiranum sem að ég og margir höfðu miklar áhyggjur af síðasta haust. Þær hafa verið að jafna þetta skána og virðist ætla að verða þokkalegri gangur í þeim mikilvæga hluta hagkerfisins þetta árið. Þannig að svo maður nefnir nú eitthvað, svo reynir nú aðeins að vera Pollyanna. En það er að vísa auðvitað í loðnuna og þú ert að vísa í að menn eiga væntingar að það sé hægt að koma grundartanga aftur fyrir í gagni þetta en svörtustu spár voru. Þetta svona týnist eitt og annað að verða á bæði áli og fiski mjög hátt. Þeir ætla að ná vonandi grundartanga álverksmiðjunni á fullan damp fyrir mitt ár og þar með fullri nýtingu eða góðri nýtingu aftur á þetta þeirri raforku sem við framleiðum. Loðnuvertíðin gekk vel og að fara að skila okkur miklu verðmætum aftur líka vegna þess hvernig verðið Og síðast ekki síst, og Bjarni þekki það náttúrulega miklu betur en ég, en það sem ég hef séð af gögnum úr ferðarþjónustunni og sá tónn sem ég heyri frá þeim sem ég þekkjandi þar, að ári verði að minnsta kosti skárra heldur en áhyggjur voru. Skárra heldur en við var búist. Það fyrir töluverðan samdrátt af bandaríkjamarkaði, en það virðist svona eitthvað annað vera að koma í staðinn, en ekki alveg komið í ljós. Hvað það helst sem að bæti þau? Það til dæmis hefur Þýskalandsmarkaður ekki dregist saman eins og við vorum hræddum, sem er merkilegt. Þannig að þetta virðist vera að fara betur heldur en áhorfist, sem náttúrulega mjög jákvætt. En ef orkuverð helst jafn hátt og römbir vitni og verðbólgan fer að stíga upp eins og í Evrópu ekki hætt við að það bakslag sér þá bara handa með hornið? Það er nefnilega svo merkilegt með Evrópumarkaðinu og þó sérstaklega Þýskalandsmarkað sem ég þekki mjög vel til á. Að ferðarlög það síðasta sem fólk spara við sig. Það frekar fjárfestingar í fasta fjármunum sem eru látnar bíða skiptum húsnæði eða skiptum bíl, ferðarlögin eru heilög, sem náttúrulega mjög góða fréttir fyrir ferðarþjónustuna. En ef ég má koma aðeins innan þessar stöðufærslu frá Kristrúnu sem hún nefndir hérna áðan, þá fannst mér fannst hún ekki lofa góðu svona með framhaldi. Ég hefði haldið að forsætisráðherra á þessari stundu þyrfti að vera svona meira afgerandi og kannski svona blása smá von í brjóst landsmanna og kannski slá þá líka á verðbólgu væntingar með einhvern svona fyrirheitum einhverjar gagnsamar aðgerðir. Það eina sem hún nefndi þarna rauninni konkrét var Airbnb frumvarp sem verið að keyra í gegnum þingið og muna mínum að ekki breyta nokkru sköpum við hluti. Það búið að koma böndum, ef svo má segja, á þennan Airbnb-markað. Þannig að mér fannst þetta svona einkennilegt. Ég hefði viljað sjá forsætisráðherra stíga þarna sterkar inn. Já, fasteignamarkaðurinn nú bara í frosti, það ekki? Það að hægja mjög á byggingamarkaðunum og maður heyrir það bara fasteignasölunum að það verið flest allt vera botnfrosið þar. Já, hann er mjög tvískiptur þess dagarreitar. Eldri eignir, minni eignir, það ágætu gangur í sölu á þeim. Nýbyggingarnar, það þyngra mál og töluverða blíkur á lofti þar klálega og
Og uppkvæmlega tölur sem við fengum bara núna fyrir nokkru dögum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að það væri verið að byggja það bil 6.000 íbúðir á þessar myndir en var fyrir ekki löngu síðan 9.000. Það er náttúrulega mikill samdráttur í framboði fram á út á markaðinn og getur hitt okkur illa fyrir eftir 1-2 ár. Því að við þráttur allt þurfum að fá stöðugt frambúða nýjum íbúðum okkur en þá að fjölga og það er uppsöfnuð þörf sem er svolítið haldið aftur af. Eftirspurn á íbúðamarkaði en hann er náttúrulega nauðsynja markaður. Seðlabankinn hefur verið mjög harður í þeim aðgerðum með þessi veðsetningarhlutföll og annað í þeim dúr. Já, og ég er ekki viss að þau sjáu sér fært. Það verður reynda mjög forðelt að heyra hvað kemur frá bankanum núna næsta miðvikudag því að eins og Ásgeir Jónsson myndi á miðvikudaginn að þá kynnir þá fjármálastöðugleikanefnd sína á stöðu og horfur hvað þetta varðar og það er á sama tíma gefið út ritið fjármálastöðugleiki og þar er heilmikil og ítarleg umfjöllun alla jafna íbúðamarkaðinn. Þannig að það verður mjög mikilvægt held ég púsli svona að sjá hvernig þau sjá fyrir sig þetta samspil af því hvernig peningastefnu þetta heldur aftur að bæði eftirspurn og framboði og svo hvernig þessi skilyrði sem að sá ángi bankans ræður yfir sem er þessi langtíða skilyrði hvernig og hvort þau sjá fyrir sig einhverja breytingar á því. Þannig að markaðurinn hann er klárlega ágefni og eiginlega eina sem að getur svona stuðlað í bili að betra jafnvægi að fólksfjölgun verði þeim mun hægari núna næstu fjórðunga á misseri. Það getur þetta gerst ef að atvinnustigið heldur áfram að versna með 7,3% atvinnuleysi núna samkvæmt Hagstofunni. Þú nefnir að svarið sem að forsætisráðherra kemur með sé með Airbnb íbúðirnar. Ég ætla að spila hérna frá miðvikudagsfundinum í Seðlabankanum nokkur ummæli frá bankastjóra og varaseðlabankastjóra það sem að ríkið er að gera í sínu ranni. Þessu ári er bara svona í meginatriðum bara eins og við sáum fyrir. Varðandi fjármálaáætlunina þarf meira aðhald. Verðbólga horfir að versna, jú, þannig að þá þarf meira aðhald bæði peningastefnunnar og ríkisfjármálanna. Það er ljóst. Við höfum svo sem heyrt að því af spurn að það sem verður að ræða einhverja aðgerðir til páska, það hefur ekki verið kynnt yfir okkur. Þannig við getum ekki lagt mat á þær. Þannig Seðlabankastjórinn að tjá sig aðgerðir sem að fjármálaráðherrann hefur ýjað að séu í farvatninu. Nú það legið fyrir mjög lengi að bankinn myndi kynna sína stýrivaxtaákvörðun í þessari viku. Þann 27. í næstu viku fáum við síðan þetta mælingu á vísitölu neysluverðs sem að getur haft mikil áhrif á verðbólguvæntingarnar. Er ekki undarlegt að það sé ekki samtal milli Seðlabankans og fjármálaráðuneytisins og jafnvel forsætisráðuneytisins þessar mögulega aðgerðir á þessum krítíska tímapunkti? Bara algjörlega. Þetta er mjög einkennilegt og mér finnst þetta svona jaðra við að sýna fram á svona einhverja sundrungu og svona einhvert forystuleysi svona almennt í þessum málum sem ég held að við hljótum að þurfa að kalla eftir á tímum eins og þessum að menn standi saman og tali saman. Ég held að við náum ekki tökum á þessu neitt öðru sér. Við erum núna búin að vera því undanfarna mánuði að benda hvert á annað. Þetta er alltaf einhverjum öðrum að kenna heldur en okkur sjálfum. Þið vitið hvernig svo umræða hefur verið. Það er annarkvort ríkinu að kenna, þetta er vinnumarkaðnum að kenna, þetta er fyrirtækjanum að kenna og þetta er einhverjum utan að komandi þáttum að kenna. Núna þurfum við bara að setjast niður saman og reyna að vinna bug á þessum vanda og við gerum það ekkert öðru sem með öflugri forystu og samtali allra aðila, þannig að mér finnst þetta koma mjög furðulega fyrir sjónir. Væri það óeðlilegt að Seðlabankinn ætti í þessu samtali? Nei, alls ekki. Þessir aðilar eins og þau reyndar margítrekka sjálf í ummælum og hafa gert undanfarið eru sameiginlega að stýra efnahagsmálum landsins. Hagstjórn er eiginlega þrískipt fyrirbæri, það er Seðlabankinn með peningamálin, ríkisstjórnin með ríkisfjármálin og svo þetta vinnumarkaður. Þess að það hefur aðkomu? Já, það sjálfsögðu líka. Og það, þú veist, það gefur auga leið. Það er affæri að salla í risastóru sameiginlegu verkefni þar sem áskoranirnar eru sérstaklega miklar.
að fólk taki sameiginlega á vandanum og samræmi eftir því sem að svona, það er heppilegt og eðlilegt viðbragð frekar en að hver leiti einhvern veginn í sinn hugmyndabanka og reynsluna bara með sinn hluta aðgerðum. Ég held að það þarf ekki svona flókna teóríu til að átta sig á því að það er eina leiðin áfram. En nú fékk Kristrún 20% kjósenda til þess að styðja bakið á sér í kosningunum 30. nóvember 2024 á þeim grunni að hún væri með sleggju. Hún sagði að við ætlum að berja niður vextina og verðbólguna. Menn segjast nú ekki að hafa séð mikið að þessari sleggju, en það er væntanlega þá verið að fara að kynna hvernig henni verður beitt eftir páskana. Hvað er það sem hún getur gert þegar menn segja að það þarf aukið aðhald í ríkisfjármálunum? Þau jöku ríkisútgjöldunum 140 milljarða nota bene, vera að boða enn meiri hækkanir núna með almannatryggingafrumvarpi og öðru slíku. Hvaða verkfæri gætu þetta verið? Jón, ef þú ættir kannski bara að nefna þrjú dæmi. Já. Leystu þetta bara? Já, lífið er við að hafa þau 5. Já, ok. Já, sko, í fyrsta lagi þarf auðvitað fjármálaáætlunin sem birtist núna á næstu viku. Hún þarf að sýna fram á kraftmeiri aðlögun að aðhaldi, að jafnvægi. Núna gerist það ekki lengur að sjálfu sér. Í rauninni það sem hefur hjálpað að halda aftur af halla og þoka ríkisfjármálunum að jafnvægi undanfari hefur fyrst og fremst verið bara meiri tekjur heldur en stemt var að og gert var á fyrir. Núna þegar hægir á þá er sá pakki ekki hluti af myndinni lengur, heldur þarf að taka mjög meðvitað og að festu á útgjaldahliðinni. Ég held að það sé sjálfur að það sé að fara salla heldur en að fara í miklar aðgerðir til viðbótar á tekjuliðinni. Við sjáum auðvitað hvernig hækkun á óbeinum sköttum eins og vörugjöldum hefur farið illa með verðbólguþróunina núna síðustu mánuðina. Gætu þeir afturkallað þá ákvörðun? Myndi það hafa jákvæð áhrif á vísitölunni? Sjálfsagt er allt hægt sko, en það er náttúrulega óheppilegt að þetta komið í gang að vera þá aftur að bakka með það. Er ekki heppilegt að menn viðurkenni mistök sín? Jú, reyndar. Menn verða meira fyrir. Já. Það er góð spurning. Þannig bara eins að hugsa það og það er ekki kveð upp og með það, en það ætti að skoða það. Þú ert maður til að reikna það út, sko. Þannig að það er eitt að þetta aukna aðhald á útgjaldahliðinni ætti þá síst að vera í fjárfestingum sem er því miður yfirleitt nærtækast þegar þarf að herða ólina í ríkisfjármálunum því að þar er langur listi af mjög þjóðhagslega arðsömum verkefnum og innviðaskuld sem við þurfum að vinna á. En heldur þvert á móti þarf að skoða rekstrarútgjöld. Fasta útgjöldin. Skera þannig. Forsætisráðherra nefnir Airbnb sem að þú blæst og segir það muni ekki hafa áhrif. Hvað er það sem hvað getur komið með eftir páska sem að myndi svona blása þér bara áttu andaði brjóst? Sko, náttúrulega draga úr ríkisútgjöldum bara heilt yfir. Ég veit að þetta er ekki vinsæl skoðun. Þannig að ég held að, svo bara heilt yfir minnka þetta blessaða bákn sem við vitum öll að er alltaf stórt, sýna fram á einhvern vilja til þess að gera það. Og síðan er ég með góða hugmynd fyrir ríkisstjórnar sem einmitt var rædd í gær á ársfundi Íslandsstofu. Það hefur komið í ljós til dæmis að ferðamenn farið að auka aftur í þessa svokölluðu árstíðasveiflu. Ég veit ekki hvort að þið þekki það en þess að við vorum að ná góðum árangri að jafna árstíðasveiflunum þannig að það var að koma meira stærra hlutfall ferðamanna yfir vetrartímann. Sem að nýti þá algjörlega allar fjárfestingar og skapar vettvang fyrir heilsa og störf út allt land, bara jákvætt í alla staði. En núna hefur þetta verið að ganga tilbaka sem er alveg gríðarlega alvarlegt, bara einmitt af þessum ástæðum sem við nefndum hér. Og það kom svo hugmynd, eða réttar sagt það er verið að tala um það núna, að nú sé einstakt tækifæri. Eins og við vitum þá er sem sagt stríð í Mið-Austurlöndum og það er mjög líklegt að ferðamenn muni ekki flykkjast þangað í miklu magni á næstu mánuðum eða árum. Þannig að það hefur skapast svona svigrúm fyrir ferðamenn, ferðaþjónustu norðar í álfunni. Það sem öryggi er meira. Það sem öryggi er meira og þar stöndum við náttúrulega efst. Þannig að nú er gullið tækifæri til að setja
nokkur 100 milljónir eða jafnvel miljard í kröftu og markasetningu, bæði fyrir veturinn og eins fyrir landið í heild sinni. Það eitthvað sem hvetur ekki til verðbólgu. Þetta er útgjöld sem eiga sér stað mest erlendis og myndu leiða til þess að við getum skapað miklu meira verðmæti með ferðaþjónustunni, ferðamönnum og náttúrulega aukið gjaldeyrisforði í leiðinni. Það fjármunir sem eru í takti við það sem gerist hjá nágrannaþjóðunum sem við erum í samkeppni við? Algjörlega. Ríkisstjórnir í þeim löndum eru í slíkum æfingum? Já, og meira en þetta, meira en þessu upphæð sem ég að tala um í árlegum útgjöldum, miklu meira. Þannig að þetta hugmynd sem ég myndi vilja leggja á borðið fyrir ríkisstjórnina. En það myndi auka þenslu í einni atvinnugrein sem að forsætisráðherrann hefur nú ekkert verið sérstaklega hrifin af. Hún talar í þessu. Eigum að fara út í það. Já, hún segir í þessari færslu sinni að nú eigi allir ríkið að móta atvinnustefnu sem að sé betri heldur en svo atvinnustefna sem að verið hafið. Þetta hafi verið ósjálfbær hagvöxtur og einhvern veginn innistæðalaus. Já, ég þyrfti heilan þátt til að fara við þetta en ég veit ekki hvað þér finnst, Jón. Þú veist, mér hefur þótt þau leggja full mikla áherslu á að stýra framþróun hagkerfisins að ofan. Það hefur nú seint verið svona að fara þessa leið og eins og aðilegina ferðaþjónustan hafa margbent á að þá fjöldinn sem hingað kemur, hann ekki ennþá orðið meiri heldur en var 2018. Þannig að það ekki vaxið í rauninni í tæp 10 ár. Nei, ákveðna. Og þetta og lítur út til að verða frekar varnarbarátta heldur en einhver stór sókn. Algjörlega. Og mikilvæg útflutningstekjur sem það ekkert minna virði í evru eða dollara sem kemur hér með erlendu ferðamanni heldur en evru eða dollar sem kemur í með fiskiáli eða hugvitsina. Dollarinn svo sami? Nei, já, það fyrst og reynst auðvitað þessar skorður sem innviðir og annars slíkt setur okkur sem En það hefur gríðarleg fjárfesting á sér stað. Það taka á móti 2 milljónum ferðamanna núna með við það er 10 árum er alveg ósamar. Ekki hægt að líka því og nokkuð nátt saman Og þess vegna sprattu þetta Airbnb-markaðurinn upp vegna þess að það var verið að ná yfirflæðinu Við hefðum án Airbnb á þessum tíma ekki geta tekið á móti öllu þessu fólki, En já, við erum mjög hugsi yfir þessari stefnu ríkisstjórnarinnar og náttúrulega þessari atvinnustefnu. Ég bara hlakka ekkert til að sjá hana. Ég get bara alveg viðurkennt það hér. Menn það hefur verið alveg grímulaus, hvað ég að segja, þessi ríkisstjórn ekki vinsamleg gagnvart ferðaþjónustunni, svo ég bara orðið það pent. Bogi Níels Bogason, forstjóri Icelandair, minntist á það þegar fyrstu drögin voru birt á hvergi minnst á flugstarfsemina. Samt starfar 1% þjóðarinnar hjá Icelandair og fyrirtækið skilar í beina skatta 40 milljörðum fyrir utan öll afleidd áhrif. Þannig að það eins og að fókusinn sitt aldrei skakkur. Vinnumarkaðurinn. Skulum fara aðeins inn á það. Ég ætla að spila hérna fyrir ykkur aðeins lengri samantekt þar sem að Þórarinn Ingi Pétursson og Ásgeir Jónsson tjá sig þetta mál á fundi peningastefnunefndarinnar eða það sem að vera að kynna niðurstöðu hennar. Ég meina, launin búin að vera hækkað með það launavísitaluna bara 7-8% núna nokkuð lengi. Þetta gerist ekki á nokkur annarri þjóð. Og ég held að það verður þá bara mjög góð hugmynd að hætta deilum tölunur. Og frekar þá bara ræðum hvað hægt að gera. Við getum ekki verið í bara allt öðrum veruleika heldur en allir aðrir. Nú verður áfram 5,2 og svo kemur þetta í persóflóa. Þannig að allt í unni þetta orðið þannig að þetta orðið meiri líkur að þetta virkist heldur en það sá fyrir. Munum við ná ástaktinu niður fyrir þetta, vonandi. En ég held að skipta ekki síðan máli að það sé algjörlega skýrt fyrir þessum aðilum sem setja þetta borð hvernig við munum bregðast við með þessu. Það þá verið að knýja fram enn meiri launahækkanir í hagkerfið sem komin í enn meira samdrátt. Með atvinnuleysi sem búið að hækka og mun þá hækka meira. Og það þá alveg það ætti engum að vera engin að hafa efinn það að við munum samt bregðast við með harðara taumaldi. Og svo líka í ljósi þess að þessir 4 ára kjarasamningar sem voru gerðir að þeir voru framhæfðir. Það er að segja að það komið til miklar launahækkanir á fyrirhluta tímabilisins en minni á seinni þannig að það að
að ef forsendu ákveði virkjast það náttúrulega ekki góða fréttir. Þó maður myndi álíta það að íslensk verkefælisfélög myndi ekki vera að heimta launahækkanir og ekki atvinnuleysi. En lengi má mannin reyna. Leikjum á manni reyna einmitt. Það ekki langt að Sólveig Anna mætti hér í viðtal og sagði við munum bara sækja þessar hækkanir fyrst að kennararnir voru hækkaðir í fyrra og þið þekkið þessa orðræði alla. Seðlabankinn, þetta eru orðnar grímulausar hótanir í garð vinnumarkaðarins. Þeir segja bara ef þið haldið ykkur ekki á mottunni þá munum við hækka vexti meira. Já. Þetta bara stríðsástand. Já, og þú veist, sko, hótanir, það má kannski í rauninni frekar kalla þetta bara útskýring á því hvernig þau þurfa að vinna sína vinnu, það er að segja Seðlabankinn. Þeim er ekki létt í sinni að hækka vexti og verða það væntanlega enn síður í haust ef að hlutirnir spila svona. Þetta er bara þeirra verkefni, þetta er bara það sem við erum gert að gera í samkomulaginu og reglugerðunum Seðlabankann. Þannig að við höfum öll sem að erum launþegar vinnulýsingu og starfslýsingin er bara svona og þau væri bara ekki að vinna vinnu sína ef að þau væri ekki skýr í því að bregðast við þróun sem að gengur þvert á það sem að þau vilja sjá gerast. Starfslýsingi þeirra er reynda bundin í lög ólíkt okkar, þannig að þetta er nú alvarlegra mál. Annars er bundin í lög og svo nánar útfærð í reglugerðum og samkomulagi á milli. Þannig að það er alveg skýrt sko að þeir hækki ekki ef þau hækki ekki vexti að gamni sínu og myndirnar sem að voru sýndar á fundinum á miðvikudaginn þó að ég þekki þær þá er alltaf sláandi þegar þessi samanburður er setti fram með þeim hætti sem þetta var. Að ekki bara að hafa laun hér hækkað miklu hraðar heldur en á hinum Norðurlöndunum og okkur nú tamt að bera okkur saman við þau. Og Evrópu bara almennt. Já, svo maður tala nú ekki sko. Og heldur hafa líka raunlaunir verið að hækka. Og hluti af því er reyndar að því að það hefur gengið hér vel og við verið að auka stækka kökuna. En hluti af því er pínu að verða yfirdráttur. Það er að segja að kaupmáttur launana er held ég að hækka og sérstaklega það að hann skildi ekkert verða fyrir varanlegu höggi í faraldrin, öfugt við nánast öll, ef ekki bara öll vestræn lönd, að það sýnir að þar var engin skuld sem að þurfti að vinna upp í lífskjörum fólks og allt fram að þennan dag eru raunlaunin að hækka og maður hefur áhyggjur af því að það endi þá með annarkvort auðvitað verulegu bakslagi á vinnumarkaði, auknu atvinnuleysi eða að krónan þurfi að taka á sig sitt gamalkunna hlutverk að jafna leikinn og það þýðir þá auðvitað innflutta verðbólgu sem þessi betur hefur verið til friðs núna síðustu fjórðungan. Og meira það, frekar dregið úr þrýstingi? Já, það er reyndar sú staða komin upp eins og var í kringum miðan síðasta áratug að við erum að flytja inn nánast verðhjönun á meðan innflutti þættir skýra verðbólguna alfarið þess staðan. En aðlar vinnumarkaðins, nú þurfa þeir að setjast niður. 1. september, það stefnir allt í það að forsendur kjarasamninga bresti, menn þurfa að setjast niður, atvinnurekendur vilja þetta í lengstu lög ekki hækka laun, verkalýðshreyfingin vill hækka laun og verkalýðshreyfingin horfir líka á hið opinbera með launaskrið langt umfram kjarasamninga, þannig að af hverju ættu þeir ekki að krefjast hækkana nema að það sé einhvern veginn fært í lög eða greift í stein að ríkið mun ekki hækka laun umfram það sem að raunverulega samið í opinberum samningum. Eins og ég segi sko, þetta þarfnast bara heildstæðar nálgunar á þessum tímapunkti og mér finnst það hljóma absúrt að ætla að fara að taka upp kjarasamninga í þessu ástandi en við vitum alveg að það getur brugðið til beggja og vona þar. En ég hef nú þá trú að allavega forystumenn sumra verkalýðsfélaga átti sig á því að það væri algjört feigðarflan að fara að hækka laun í þessu ástandi. Það bara, já þú veist það og þú veist það líka og það vita það flestir. En eins og Ásgeir Jónsson sagði, við þurfum bara að horfast í augu í staðreyndir og vinna út frá því. Við erum hérna með þætti innanlands sem við getum ráðið við. Við getum ekki ráðið við olíuhækkanir
í Persaflóa eða hvar sem það nú en við getum ráðið við ríkisþáttinn og við getum ráðið við vinnumarkaðinn. Og mér finnst ekkert óeðlilegt að menn bara veltu fyrir sér frystingu launa á þessum tímapunkti. Mér finnst það bara ekki óeðlilegt. Yfir alla markaðinn? Já, ég veit til dæmis að það heldur ekkert vinsælt en þetta verður alveg örugglega verða vondar en það verður gott aftur. Það er alveg hreina línur og svo ef við horfum bara svona vítt yfir sviðið þá þurfum við náttúrulega að taka þetta vinnumarkaðsmódel okkar algjörlega í gegn. Eins og þessar launahækkunar tölur sýna okkur fram á hvað eftir annan. Hvergi byggðu bólið þar sem þetta sést? Nei, bara hvergi nokkuð staðar og þannig að ég held að það svona til lengri tíma væri farsælast fyrir okkur að gera þar algjöra gangskur og byrja þá á því að náttúrulega auka heimildir ríkissáttasemjara sem að þeir heldur ekki á ekki miklu fylgja fagna hjá, allavega ekki hjá viðsemjendum atvinnurekenda. Og það svolítið skrítið að ýmsir þeirra sem mjög tamt að bera okkur saman við okkar næstu nákvæmlega Norðurlöndunum varðandi þróun vaxta, verðbólgu og eitt og annað velferðarkerfið og sko bara réttu þú veist, við erum líklönd að mörgu leyti við öll þessi lönd eru meðal þeirra landa í heiminum sem eru með mesta velsæld, öll með blanda hagkerfi og þar fram til götunum. En það er ekki hægt að fara fram á að vextir til dæmis verði þeir sömu og í Noregi, Svíþjóð eða Danmörku, svo ég nefni 3 lönd sem eru öll með sitt hverja í rauninni sitt hvert sambandið við restina af Evrópu og ólíka svona áhrifaþætti. Öll er það sameiginlegt að launa var hægar heldur en hér og öll eru þau með til muna minni verðbólgu og þar að leiðandi líka lægri vexti. Alveg sama hvort að seðlabankavextirnir sem að mynda þetta vaxtastig koma frá Evrópu eða eru heimasmíðar í seðlabanka Svíþjóðar og Noregs. Já. Þannig að þarna hlýtur það augljóslega þarf að horfa heildstætt á þau mál, ekki bara velja það sem að hentar til þess að fara fram á það sem að tilteknum hagsmunahóp helst til bóta, heldur líka að sætta sig við hvað þarf til. Akkurat. Það sem að þið eruð að lýsa, launafrysting, sátt á vinnumarkaði, þetta er langsótt. Er einhverja líkur á við tökum á þessu? Seðlabankinn eða forsvarsmenn Seðlabankans töluðu dálítið það eins og að við værum bara að missa tökin á stöðun. Þetta væri ekki þannig að þetta væri að horfa í ranga átt, heldur bara menn væru við það einhvern veginn að horfa upp á eitthvað stjórnlaust ástand. Já, þess vegna þarf bara ábyrga forystu. Það þarf einhver að taka stjórnina í sínar hendur og reyna að koma þessu í eitthvað farveg þannig að við förum ekki algjörlega út í skurð. Og þá er svona já, ég meina við höfum fordæmi þetta náttúrulega í sögunni. Það var 1990 náttúrulega sem að þessi fræga þjóðarsátt var gerð og ég get ekki séð að við ættum ekki geta gert eitthvað svoleiðis aftur. Já, en til þess þar. Ég ætla að kalla eftir því sem þegn í þessu landi. Og það er mjög fróðlegt að lesa. Ég tók svolítið rúmt það sem að skrifað og sagt og eftir atvikum svona eftir á farið yfir hvernig þessi hlutir hefur gengið fyrir sig þá. Já. Þá voru bara allir sammála að það þyrfti að færa fórnin. Það var ekki hver að benda bara á annan og hver í sínu horni einhvern veginn að fara sínu fram, heldur þeir sem að þarna réðu mestu settust niður, allir áttu að segja, þetta verður erfitt fyrir okkar hóp, fyrir atvinnurekendurna, verkefælishreyfinguna sín megin og ríkisfjármálin, sem það varð, atvinnuleysi var verulegt í upphafi 10. áratugarins og kaupmáttur minnkaði tímabundið, kaupmáttarlauna. Fyrirtækin áttu erfitt með það háu vexti sem að voru þá tímabundið að meðverða ná verðbólgunni niður og þar fram til göttunum, en síðan tók við náttúrulega einn svona mesti stöðuleiki sem að við höfum þráttir allt séð í íslensku hagkerfi, kaupmáttur launana jógst og óvenju mikið með þess þegar fram í sótti. Og það, mér finnst svolítið ódýrt einhvern veginn að slá þessa leið út af borðinu eins og sumum í hinni nýju verkalýðsforystunni hefur verið tamt. Þetta var gert á sínum tíma undir styrkri forystu Davíðs Oddssonar. Það verður fróðlegt að sjá hvort að Kristrún Frostadóttir sé maður í það.
Það verður sömuleiðis alveg frábært ef hún myndi mæta hér í stólana sem að þið sitjið í núna og myndi aðeins svara fyrir þetta. Það kemur kannski að því einn daginn. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Bjarnheiður Hallsdóttir og Jón Bjarki Bensson. Takk. Takk fyrir. Við erum hins vegar ekki hætt hér á þessum vettvangi því að hér eftir skammastund sest niður með mér Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson. Hann doktorsnemi í stærðfræði við Háskóla Íslands. Hann hefur komið hingað áður, það var í kosningunum 2024 og kynnti fyrir okkur mjög áhugaverða kosningaspá. Nú ætlar hann að kynna fyrir okkur nýja staðreyndavakt fyrir ESB-umræðuna. Það veitir ekki af, enda eru margir hlutir, margar tölur á floti, margar fullyrðingar sem við höfum séð fleygt fram á opinberu vettvangi sem standast ekki á skoðun. Hér er komið vopn í baráttunni fyrir lýðræðið og sannleikann. Fylgist með. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl nýjum, við þökkum Bjarnheiði Hallsdóttur og Jóni Bjarka Benssoni fyrir þeirra innleggi umræðunum stöðu hagkerfisins. Við ætlum hins vegar að venda hvað okkur í kross og fara að ræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu sem að mun fara fram að öllu óbreyttu 29. ágúst næstkomandi. Þar verður ákvarðað hvort að íslenska þjóðin hyggist leita inngöngu í Evrópusambandið eða ekki, þar sem hvort að aðildarviðræðum við hið risavaxna Evrópusambandi í suðri verði haldið áfram yfir ei. Hingað er komin maður sem mun aðstóða okkur held ég talsvert við að leiða þá umræðu út og fram á haustið. Hann heitir Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson. Hann er doktorsnemi í stærðfræði við Háskóla Íslands. Við höfum fengið hann áður hingað til okkar í tengslu við kosningaspálíkan sem hann vann fyrir síðustu þingkosningar. En hann hefur núna unnið 2 síður með aðstoð gervigreindar sem að ég held að þið áhorfendur góðir getuð haft mikinn áhuga á. Blessaður. Blessaður Stefán. Það kemur í ljós í lok þáttar hvort að ég hafi haft rétt fyrir mér eða ekki, hvort að áhuginn sé að kvikna hjá fólki hvað þetta valdar. Já, einmitt, klálega. Við höfum rætt saman seinni síðuna sem við ætlum að tala sem er staðreyndavöktun varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Já. En ég rak augun áður en ég vissi af tilurð þeirrar síðu í aðra síðu sem að þú heldur úti sem heitir Þingfréttir. Já. Sem að á sig nú líka heima völl á X og LinkedIn ef ég man rétt, er það ekki rétt? Já, ég svo sem deili bara efni á mínum persónulega prófíl á LinkedIn. Já, en Þingfréttir eru með sinn eigin prófíl á X. Á X-in, þarna hef ég rekist á þetta. Já. Þingfréttir, hvað er þetta? Sko, þetta kviknar svo sem bara frá því að ég hugsaði einhvern tímann að Alþingi heldur út mikið af gögnum sem eru aðgengileg og hægt að sækja í gegnum ákveðna þjónustu. Mjög öflug síða, alþingi.is. Já, algjörlega, frábær. Og ég hugsaði, gæti ég bara sótt ýmisleg gögn og sem sagt bent spjallmenninu mínu eða gervigreindinu á þau gögn og spurt spurninga og fengið svör úr gögnunum. Það er náttúrulega oft þannig að tala um að spjallmennin og gervigreindin veit ekki endilega svörin við hlutum og getur ímyndað sér eitthvað ef maður bara spyr í chatinu. Þannig að það sem er betra að gera er að benda því á alvöru gögn og fá þá svar úr gögnunum. Og eitt litið að öðru og úr varð í raun og veru Þingfréttir vefsíðan. Og hvað gerir hún? Við erum með hana hérna upp á skjánum hjá okkur. Þannig erum við getum skoða bara dæmi upplýsingar eða greiningu úr gögnum þingsins sem að þú hefur látið spjallmennið vinna. Já, einmitt. Dæmi gögn sem eru aðgengileg eru þess að við getum séð hvernig þingmenn kjósa. Það eru atkvæðagreiðslur haldnar og það er þá hægt að segja já, nei, satt hjá eða fjarverandi. Og það sem ég get gert er að bara þá teikna þetta upp myndrænt, þannig að Alma Möller er bara með línu og við sjáum hvernig hún kaus í öllum þessum atkvæðagreiðslum sem atkvæðin eru talin í raun og veru. Það er náttúrulega haldnar einhver atkvæðagreiðslur sem eru kannski formlegar eða eitthvað svona, eru ekki endilega verið að telja atkvæðin. Og annað sem við getum líka skoðað er þá bara hversu mikið talar þingmenn, hver talar mest. Já. Og í þessari tilteknu viku sem var vikan þar sem grásleppumálið var, þá átti Sigríður Á Andersen, hún sigraði þá viku, sem var þá með 17 ræður og sagði 3784 orð í þessari viku.
og svo kom Inga Sæland og svo framvegis. Þannig að það hægt að taka svona töluleg gögn úr þessu, bara með því að telja atkvæði eða telja orð í ræðum. En eitt sem mér fannst líka áhugavert að þetta fullt af texta, það út með þingræður og svona. Getum við bent mállíkaninu sem ég nota á það og fengið það til að í raun og veru vinna úr þeim, finna hvað fólk að ræða og hvað góð ræða og svo framvegis. Og þar kemur náttúrulega inn að maður þarf að hafa svona skýra framsetningu á skipunum til mállíkansins. Og til dæmis fannst mér skemmtileg hérna að í hvaða vika þetta? Þetta vikan frá 9. febrúar til 15. febrúar. Já. Þá ég með flokkana ræða vikunar og beittasta spurningin. Og það sem gerist þá að mállíkan fer yfir allar ræðurnar og reynir að finna mjög góða ræðu og flagga hana eða beitta spurningu. Og til dæmis í þessari viku þá hlaut Ragnar Þór Ingólfsson ræðu vikunar. Það sem mállíkan hefur greint það þannig að Diljá Mist hafði boðað sérstaka umræðu og kannski vonast til þess að hann sæti í varnarstöðu. En svo segir hérna í síðustu setningunum, vörukynning á þingtíma ódýrasta auglýsingin sem ráðherra fær. Að hann kannski nýtti þetta tækifæri þá til að auglýsa hluti sem hann ætlaði að gera, frekar en að fara í vörn. Já. En í sömu vikunni þá var Sigurður Ingi Jóhannsson með mjög beitta spurningu til Ragnars Þórs líka. Og það stendur hérna að hann tók sér 3 mínútur til að leysta upp verðbólgu, atvinnuleysi og hagvöxt og endaði síðan á hvað segir Ragnar Þór Ingólfsson í dag, því ég man hvað hann sagði 2023. Þannig að mállíkanið í raun og veru að leggja mat á retorík eða orðsnilli þingmanna. Já, í raun og veru og maður skrifar inn einhver svona leiðbeiningar að þú ert að fara yfir gæði þingræða og þú átt að bera saman ræðurnar og finna gegnum gangandi þráð og svo framvegis. Og svo þegar á líður þá finnur þetta líka svona góð dæmi og vistar það og slæm dæmi. Og svo framvegis. Og safna þá í sarpinn fyrir síðar tíma. Já, einmitt. Að meta hlutina. Já. Þegar þú fer síðan yfir sem þú fá svona niðurstöður, þú skoðar síðan sjálfur og reyndar með aðstoð gervigreindarinnar þessi sömu gögn til þess að eiginlega halda gervigreindinni efnið. Hvernig finnst þér þetta koma út? Er hún nákvæm? Er hún með puttan á púlsinum? Sko, það hefur komið mér verulega óvart hvað hún hefur verið með puttan vel á púlsinum. Mér finnst textin sem hún skrifar góð og mér finnst valið á ræðum og spurningum mjög góð. Og þetta náttúrulega í raun og veru með þessa þróun með þessum mállíkunum þá maður stundum bara í bæði að skapa og að verða vitni að einhverju í einu. Þannig að það komið bara verulega óvart hvað þetta hefur gengið vel, sko. Já. Eitt sem maður sér líka, þú veist með þennan kafla Rispu Plata sem ætlaður að varpa ljósi á endurtekningar, maður þekkir það í pólitíkinni með klifa á hlutunum. Mállíkanið að fylgjast með því hverjir segja hlutina aftur og aftur og hvað það sem þeir að segja. Já, einmitt. Og aftur Rispu Plata, sáflokkur svolítið líka upp á húmórinn og skemmtilega sko. Já. Hann ætti ekki að koma óvart að þingmenn segja ýmsa hluti oft. Og það líka eitthvað sem ég þurfti að hafa inni að það getur verið háttvirtur þingmaður eða ég vil þakka síðasta ræðumanni svona línu koma oft fyrir og þá það maður helst að bara skrifa kóða og gefa skipanir að síga þannig hluti út. En skemmtilegt dæmi fannst mér hérna frá vikuna þar sem við verið að ræða samgönguáætlun og þá vorum við með töflu hérna, Eyjólfur Ármannsson hélt 37 ræður stendur og sagði orðatiltækið full fjármögnuð samgönguáætlun 12 sinnum. En að Njáll Trausti Friðbertsson var með 31 ræðu og vitnaði í blaðsíðu 16 6 sinnum. Já. Þannig að hann hefur fundið mjög mikilvæga blaðsíðu og náði að vitna í hana eins og oft og leyfi gafst í raun og veru. Þú skoða hann alveg sérstaklega. Já, einmitt. En það líka skemmtilegt við þetta, ég að sækja fullt af ræðum og það hægt að skrifa eina viku í einu. En sömuleiðis þá get ég svo sem sótt allar ræðurnar sem einhver þingmaður hefur flutt eða eitthvað svoleiðis. Þú ætti ekki að festa þetta innan tímaramma, þú getur líka bundið þetta þessuna við einstakling flokka eða málefni. Einmitt, klárlega. Og eitt sem ég prófaði daginn var að með hjálp mállíkansins míns að fara yfir ferilsögu Davíðs Oddssonar á þingi og þá ég geta bara sótt allar ræðurnar hans og látið þá mállíkana mitt fara yfir þær og finna góðar tilvitnanir eða algeng umræðuefni.
og setti upp þá sem sagt færslur og verið sem svolítið til heiðurs hans að fara yfir góðar línur sem hann sagði. Já. Og mér fannst einmitt hún verður ódeg til átaka en sein þreytt til vandræða sem hann sagði í sinni fyrstu stefnuræðu minni mig. Já. Og eitt sem ég tók eftir því ég rendi á þessa greinu mitt var að þú baðst gervigreindin að taka saman svona eftirminnilegustu setningarnar. Já. Og það komu öflugar setningar sem sannarlega var eftir tekið á svona tíma og jafnvel í dag. Já, einmitt, klárlega. Þetta var setningarnar sem birtast í þessum pistli eru bara valdar af mállíkaninu mínu. Ég fann engar aðrar sem ég bætti við, sko. Ég fór yfir og svona, en ég man ekki eftir því að hafa þurft að hafna neittni, sko. Getur við séð fleiri setningar þarna? Já, sko. Hérna tengt EES-samningnum og svo segir hann þeir flokkar sem þá ólu á slíkum ótta ættu nú að sjá að sá ótti reyndist ástæðulaus af því að heimurinn endaði ekki við að skrifa undir þann samning. Og sömuleiðis mállíkanið í raun og veru uppgötvaði og fannst að Davíð hafði verið mikill alþjóðasinni og vitna þá hefur menntunin verið mest þegar mestar hafa verið utanlandsferðir og Íslendingar átt mest viðskipti við önnur lönd og svo framvegis. Þá var hann að vitna í Jón Sigurðsson. Þá ekki við eitt land heldur mörg. Já, einmitt. Og talandi ábyrga fjármálastjórn fjármuni þessara sjóða notaði eins og deyfilyf á meðan lyfin verkuðu var látið sem allt væri komið í samt lag. Já. Og allt svoleiðis. Það eru margar tilvilnanir hér, sumar eru í heilu lagi, sumar eru líka bara inn í textanum, sko. Og það er náttúrulega stjórnmálafólki, það reynir stundum að skjóta á hvert annað, að vera bæði í fyndni og bara svona, og mér fannst þetta einmitt mjög gott og fyndið skot hjá hann. Hann segir, ég get fullyrt háttvirtan þingmann að ég tel ekki miðað við 300 manna fund samfylkingarfólks að kalla þurfi menn utan úr bæ til að koma þar upp vondum skoðunum. Og ég held að sama hvort maður sé sjálfstæðismaður eða samfylkingarmaður og finnst manni þetta bara gott skot hjá honum. Þetta er meitlað. Já. En já, þannig að þetta er raun og veru það sem að þingfréttir ganga út á, sem þá ég bara setti upp síðan á þingfréttir.is og stefni á að birta þá vikulegt yfirlit og ég á vini sem segja mér einmitt bara ég hef aldrei nefnt að fylgjast með Alþingi en núna bara einu sinni í viku kíkja á þetta og fæ svona yfirlit yfir hvað gerðist. Já. Þetta er sannarlega Alþingi síðan mjög mikilvæg, ekki síst fyrir fjölmiðlamenn og þá sem að fylgjast með löggjöf á samkundunni. En það getur verið torf og þar er framsetningin auðvitað oft mjög tæknileg. Þarna er framsetningin með allt öðru móti og þú fær aðstoð við að brjóta þetta niður og endurorða og annað í þeim dúr. Já, þetta er svolítið eitt af því sem kannski svona skringilegt nóg tölfræði gengur út á oft er að kasta burt upplýsingum. Af því að í tölfræði greiningu þá safnar fullt af gögnum og svo endar kannski með 2 tölur. Meðaltal og staðalfrávik eða eitthvað. Þannig að þú ert búin að henda burt fullt af upplýsingum en þú veist eiginlega meira með því að hafa hent burt svolítið af suði. Já, og þú situr upp með einhverja niðurstöðu. Já, og getum við hugsað þingfréttir og svo ESB-vaktina líka sem svolítið þannig að mikið af upplýsingum getum við einhvern veginn annarkvort tekið það saman eða hent burt einhverju suði og bara fengið þá færri upplýsingar sem hjálpa okkur meira. Þá skulum við vinda okkur í ESB-vaktina. Það er verkefni sem er nýtt af nálinni. Það er svokölluð staðreyndavöktun. Eigum við kannski að byrja á að ræða hvað er það og hvað er það sem rekur þig áfram í þá áttina? Já, klárlega. Þetta er staðreyndavöktun en líka hugsaði ég þetta bara sem bara svona upplýsingasafn. Fyrst þegar ég byrjaði að vinna í þessari síðu og setja henni upp þá var þetta svolítið svona getur maður fact-checkað stjórnmálafólk eða einhvern svona mér finnst kannski svona smá neikvætt ef maður ætlar alltaf að vera að fact-checka bara og segja bara ef einhver er að segja einhverja vitleysu og þá endar þetta bara með að fólk treystir miklu færri fólki og ég reyni að frekar að setja þetta fram í jákvæðara ljósi og vekja forvitni og gefa fólki meiri sjálfstraust í að lesa sig til þetta en þetta, sem sagt, hugmyndin er svo að í fjölmiðlum á heimasíðum flokkana á bara síðum ýmissa aðilar sem kom að umræðinni hafa verið skrifaðir pistlar í blöð já, í blöð og netið og allt og hérna til dæmis við erum með bændablaðið og DFF og ýmislegt og við erum með vefsíður flokkana, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og kratinn, ungir jafnaðarmenn
Og það sem ég geri þá að ég safna greinum í miðlægan gagnabanka hjá mér frá öllum þessum síðum og mállíkanum þetta aftur finnur greinar sem eru tengdar Evrópusambandinu eða þjóðaratkvæðagreiðslunni og í fyrsta lagi fer yfir greinina og skoðar koma einhverjar fullyrðingar fram og svo hún komin með fullyrðingar þá athugar eru til heimildir í gagnagrunnunum sem geta annarkvort staðfest eða rengt þetta. Ef ekki þá er að flagga það þegar okkur vantar að vita meira þetta. Já. Og svo getum við þá gefið mat á fullyrðinguna. Og náttúrulega fyrstu sinn voru engar heimildir, fyrst ég byrjaði að skrapa og þá það maður síðan að láta meira segja mállíkanið leita á netinu og finna góðar heimildir og svo get ég farið yfir þær hvort að þær eru að vísa á góða staði og svo framvegis. Og þá hleypur þeim inn fyrir borgarmúruna, ef svo má segja? Já, í raun og veru. Og til dæmis þetta sást svolítið skýrt í það var nýleg grein á stjórnmálin.is og það var skrifað svolítið mikið einhver svona fiskveiðilögsögu Írlands og ESB. Og fyrst þegar þessi grein fór í gegnum ferlið hjá mér, þá voru engir gögnum þetta, engar heimildir. Þannig að þetta var eiginlega allt merkt bara vantar heimildir, get hvorki staðfest né rengt. Og það sem gerist þá að svo fer þá mállíkanar mitt yfir það og leitar að góðum heimildum, hvort það sé eitthvað til þetta, bæti þeim við og þá getur maður að fara aftur yfir greinina. Já. Og þá eru þá komin einhver listi yfir einhverjar staðhæfingar eða fullyrðingar í greiningunni og til dæmis Írar settu það skilyrði fyrir inngöngu annarra ríkja lögsögu sína að það kæmi til niðurskurðar af aflaheimildum yrði þarlendum fiskiskipum tryggð lágmarks hlutdeild. Og þá er þetta sagt staðfest eða hlutastaðfest og svo framvegis og svo eru heimildir sem hægt að smetla á og skoða. Þannig til dæmis. Og mállíkönin vinna á ensku og eins og þú sér til dæmis þarna í þessari samantekt þá stendur hágu kjörgæðin Þetta er eitthvað sem ég fer handurstolti yfir, þetta er náttúrulega hagviðmiðin eða svo framvegis og þá er heimildin fer út af síðunni og maður getur séð hvaðan hún kemur. Já. Þannig að þetta er svolítið svona hugsunin með þessu Já. Og hversu hratt ertu að hlaða inn gögnum? Væntanlega verður þetta áreiðanlegra og áreiðanlegra eftir því sem að þú kemur fleiri og fleiri gögnum inn, en það hlýtur þá sömuleiðis að byggja á huglægu mat á því hvað sé áreiðanlegt og hvað ekki? Já, einmitt, algjörlega. Það er bæði tekur mállíkanið ákvörðun það hvað telst fullyrðing og hvað telst áreiðanleg heimild. Já. Og í heimildavinnunni þá telstur þetta svolítið á að ég kíkja á þetta, en sömuleiðis hef ég bara fengið líka góðar ábendingar frá fólki að benda mér á skýrslur eða eitthvað svoleiðis sem ég get bætt við í heimildabankan. Og það er sem sagt webfanginfo@esbvaktin.is sem er hægt að senda á og hvet ég fólk endilega eða hefur góðar heimildir að senda og benda á. Já. En sem sagt á síðunni er hægt að vafra fullyrðingar sem hafa komið fram og þær eru hingað til sem sagt 356. Af þeim er mikill meiri hluti staðfestur eða að hluta. Sem mér þykir bara góðar fréttir. Lætur mann hugsa að flestir sem eru að taka þátt í umræðunni eru að segja hluti sem standast. Já. Ef að það er eitthvað sem hægt að segja, þá kannski stundum sleppir fólk að segja eins og hluti og segja aðra í staðinn. En það er ekki endilega mikið við að segja ranga hluti viljandi. Nei. En það getur verið staðfest, að hluta staðfest og svo getur maður verið til dæmis að Íslendingar innleiða nú þegar megnið á regluverki í gegnum EES. Þetta er mjög stór spurning og menn deila gríðarlega mun á þeim hlutvöllum. Já, einmitt. Og þá getur maður séð að þetta hefur birst í 6 umræðum sem hafa verið greindar nú þegar á ESB-vaktinni. Og svo er sagt þarnast samhengis og þarna kemur orðalag að hvað maður vill segja og þá kemur útskýring og þetta er allt skrifað af mállíkaninu mínu og heimildirnar settar og það hefur komið bara verulega óvart hvað þetta getur verið góður texti. Og er verið að vitna í skýrslu utanríkisráðuneytis frá 2018 sem sýnir að við tókum upp ákveðið margar bindandi reglugerðir og svo framvegis og þetta er einmitt skýrsla sem ég var bent á og gat á bætt við í heimildirnar. Já.
En ég hef líka fengið athugasemdir frá sem sagt vinum sem skoða þetta, ólíkt þingfréttum. Það er kannski erfitt að vera almennu notandi og fara á síðuna og vita hvað er nýtt. Já. Þú ert kannski með greiningar fyrir daginn og svona, það er erfitt að fara inn og fá hvað hefur breyst frá síðustu viku eða eitthvað svona. Þannig að ég hef svona verið að vinna í með reynslum frá þingfréttunum, með það sem að mállíkanið mitt skrifa svona leiðara og svo framvegis. Já. Að reyna að fara að setja upp einhvers konar viku yfirlit sem geti þá reglulega farið yfir bara hvaða nýjar fullyrðingar eða hvaða umræðefni voru í deiglunni og skrifað hálfgerðan leiðara og tekið síðan saman einhverjum svona staðreyndir. Akkurat. Já, og hér sem sagt mállíkanið mitt svona valdi einhverja svona áhugaverðar staðreyndir undir vissir þú. Já. Og reyna sem sagt að fá fólk til að skoða þær og já, ok, og mögulega þá auka svona sjálfstraust fólks til að skoða þetta betur. Já. Þannig að þetta er líka að miðla upp úr gögnunum forvitnum og hlutum sem að líkanið ákveða sjálft. Já, einmitt. Það er, ég verið að segja fyrir mitt leyti og ég held ég tali fyrir hönd, ég finnst að manni finnst þetta alveg óhugulegt að þessi forrit geti gert þetta og gera þetta á gríðarlegum hraða. Þú getur hlaðið þarna inn alveg geypilegu magni inn á þinginu og annars staðar frá. Já. Og á örfáum mínútum þá er þessi búin að greina þetta. Já, fyrir eftir hvað maður gerir hversu langan tíma sko. Eins og til dæmis að greina einu svona grein af netinu, það getur alveg tekið 5 til 10 mínútur sko. Já. Þetta er alveg nokkur að skrifa ferli. Þannig að ég get farið í gegnum nokkrar á dag, ég get fengið tölvulega í það því að svo sinni ég náttúrulega öðrum verkefnum og svona. Já. Þetta er náttúrulega þannig séð þetta núna bara svona frítímaverkefni hjá mér, þetta er ástríðuverkefni. Já. Þú brennir fyrir því að efla þessa umræðu og hafa hana góða. Já. Fólk hefur náttúrulega, það er borið á því að fólk hefur svona haft áhyggjur af notkun gervigreindar eða mállíkana til að ýta undir einhver svona upplýsingu óreiðu. Að það sé verið að skrifa eða með einhverja gervinotendur á samfélagsmiðlum að dreifa einhver svona. Þannig ég hef svolítið hugsað bara, getum við ekki notað þetta líka bara í öfugt? Getum við ekki notað þetta þá líka bara í að hjálpa við að upplýsa fólk? Hjálpa við að halda fólki upplýsu og leyfa því að taka sínar eigin ákvarðanir. Já. Og heldur að þetta sé komið til að vera á breiðari grunni í pólitíkinni og öðru? Eitthvað eins og ESB-vaktinn? Já. Sko, þetta kerfi sem ég hef sett upp, það er ekkert einskorðað við ESB, þannig séð þetta, ég gæti síðan útvíka þetta bara almennt, algjörlega, og þessi pæling með að hafa þetta í nokkurum skrefum, umræða, fullyrðingar, heimildir og svo framvegis, það er eitthvað sem gæti alveg átt við annar staðar líka. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem er komið til að vera en líka komið til að vera þróað áfram. Já. Útskýrðu aðeins fyrir okkur eins og bara þegar þú tekur vikupistilinn frá 9. til 15. mars, þá eru þetta þessar fullyrðingar sem koma fram. Já. Og litakóðin segir til það hvað er staðfest, satt og logið í raun. Já, einmitt. Já. Og þetta er sem sagt, hérna til dæmis þessar vikuna voru þá 166 fullyrðingar þá staðfestar, 73 að hluta staðfestar og það getur þá verið fullyrðingar sem eru tæknilega sér réttar eða vantar kannski smá samhengi. Og svo voru hérna 9 fullyrðingar þar sem voru bara vantaði heimildir, það var ekki hægt að segja já eða nei. Og 8 þá sem eru bara alveg óstuddar og þá heimildirnar sem eru í gagnasafninu segja bara þetta er ekki rétt. Þannig að þetta er svona snyrtilega orðað. Já, einmitt, já. Það er svolítið svona bara meðvituð ákvörðun hjá mér að frekar en að einbeita mér að því að öskra það þegar einhver fer með rangt mál. Ég býst nú persónulega við því að flestir eru að gera sitt besta og jafnvel mun þetta bara hjálpa þeim að orða hlutina kannski betur næst. En mun þetta veita mönnum aðhald? Ég spyr bara ef maður verið pólitík, getur maður sett sér í sambandsrætt, getur rent mínu efni hér í gegn, ég er að byrja hérna nýja ítarlega grein, geti ég hengt hérna í gagnagrunni til að fá mat greindarinn á því hvað ég sé að standa mig? Það er eitthvað sem væri alveg hægt sko. Ég er ekki búin að setja upp neitt sérstakt fyrir það, en það er eitthvað sem ætti algjörlega að vera hægt að gera. Og bara góð hugmynd, Stefán, takk fyrir. Já. Mín var ánægja, manni ratar stundum rétt orð á tungu. Það er auðvitað langt í atkvæðagreiðsluna. Já. Þetta er hálft ár, eða hvað það er. Þessi vettvangur verður gjörbreyttur þá með það sem hann er í dag. Bæði vegna maks upplýsinga og
hraðans í þróun búnaðarins? Já, ég held það alveg klálega. Ég lít svo á þetta þetta kerfi, þetta grunnkerfi með hringrásina á gögnunum og heimildum, það svona grunnstóðin á mikilvæga. Og eins og ég get brugðist þá við athugasemdum frá vinum mínum eða öðrum ef einhverjum athugasemdum að þetta sé kannski erfitt og ekki mjög aðgengilegt, þá byggir maður von á því og fyrir að gera ýmsa hluti til að kannski gera þetta aðgengilegra eða taka þetta allt betur saman. Já. Þetta mjög forvitnilegt í alla staði og ég held þetta bara nýtt og mikilvægt innlegg í umræðuna. Dæmi það einmitt hvernig gervigreind sem ég ræddi hér í síðustu viku við Gísla Ragnar Guðmundsson verkfræðingum getur orðið okkur til blessunar. Þetta ekki bara bölmóður og heimsendir. Nei, algjörlega. Ég lít á gervigreindina og þessi mállíkön. Sumir tala að og sérstaklega þeir sem að selja vörur að störf verða úrelt og svo framvegis. Frekar en að hugsa þetta sem eitthvað eins og sjálfkeyrandi bíl, þar sem bara það tekur af þér ábyrgðina á vinnuna, þá þetta svolítið eins og rafmagnshjól. Þú getur hjólað lengra. Þannig að þú getur gert meira í vinnunni eða þá gert jafn mikið á skemmri tíma. Já, við erum að verða öflugri með aðstoð tölvana. Já, einmitt. Brynjólfur Gauti, þakka þér fyrir. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að við köllum þig aftur hér á vettvang. Það stendur svo mikið til í pólitíkinni, ekki síst vegna atkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Já. Þannig að það gott að vita þér á harðahlaupum við að efla þetta magnaða verkefni. Já, þakk skyldan mín. Já, fyrir hönd þjóðarinnar. Ég þakka fyrir hönd þjóðarinnar. Já, takk. En þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa ágætu vikuna. Við þökkum ykkur fyrir samfélgina í dag og fyrir að hafa hlýtt á þessa áhugaverðu umræðu sem að fór sanna sagna vítt og breytt eins og hún á að gera. Við hlökkum til þess að hitta ykkur hér í nýrri viku. Það verður ýmislegt sem að mun bera til tíðinda í pólitíkinu á öðrum vettvangi, veit ég fyrir víst. Ég ætla svo í lokin að minna ykkur á bókaklúbbinn okkar. Við erum að lesa þessa frábæru bók eftir sumarliða R. Ísleifsson þennan mánuðinn. Hún heitir Í fjarska norðursins. Hún fjallar viðhorfssögu fólks til Íslands og Grænlands í 1000 ár. Hvernig hefur fólk hort á eyjun okkar? Þetta skiptir máli núna vegna þess að núna góna Evrópubúarnir til okkar, ekki síst leiðtogarnir í Evrópu og spyrja sig hvað í þessu fyrir okkur? Af hverju ættum við að fá Ísland inn í Evrópusambandið á þessum víðsjárverðu tímum? Góða helgi.